Góða kvöldið, þið megið flytja lögheimili mitt ef það ekki komin föstudagur eina ferðina. Það hefur náttúrulega ekki farið fram hjá neinum að það voru forsetakosningar í Bandaríkjunum í vikunni og við ætlum að byrja á því að ræða aðeins forsetakjörið og kosningar í Bandaríkjunum almennt og hingað til mín kominn Birgir Guðmundsson, dósent við Háskólann á Akureyri. Velkominn. Þakka þér fyrir. Það náttúrulega verið fjallað gríðarlega mikið þessar kosningar og við ætlum kannski ekki að tala sérstaklega þetta tiltekna kapphlaup, nóg hefur verið það fjallað. Jú. En byrjum kannski bara á því að spá aðeins í hlutverki fjölmiðla í þessu öllu saman. Já, það náttúrulega verið svona frekar óvenjulegt að mörgu leyti, fjölmiðlarnir í Bandaríkjunum að læra svolítið á nýja stöðu sem hefur komið upp og kom sérstaklega upp með Donald Trump, og hefur enda verið að þróast mjög lengi, en það var mjög áhugavert að fylgjast með þessu vegna þess að þetta var eiginlega ekki kosningavaka í dag eins og oftast heldur þetta eiginlega svona, og menn töluðum þetta var eiginlega svona kosningatímabil vegna þess að út af COVID náttúrulega þá dreifist atkvæðagreiðslan yfir langan tíma og svona heillengi og stendur í rauninni enn því að það er ekki alveg fyrir séð hvernig þetta mun allt saman fara. Nei, endurtalningar og alls konar. En það var mjög athyglisvert að fylgjast með umræðunni í þessum kreðsum fjölmiðlamanna þarna úti fyrir þetta og í rauninni svona í aðdraganda kosninganna hvernig þeir myndu dekka hinar ólíklegustu uppákomur sem að kynna að verða. Og til dæmis sérstaklega í kringum það ef að Trump tæki upp á því að gera eitthvað óvænt. Menn eru farnir að læra aðeins á það að hann muni hugsanlega tefla einhverju fram og áður hefur það verið að menn eru svona einhvern veginn berskjaldaði fyrir þegar hann kemur með einhver svona óvænt útspil og næra að halda sér auðvitað alltaf í umræðinni og hafa svona dagskrárvaldið dálítið. Já, eins og þetta með að hann svona nánast lýst yfir sigri þannig að það var eitt af því sem að menn voru búin að tala talsvert fyrirfram. Hvernig ætla ábyrgir fjölmiðlar að bregðast við því á þessari ábyrgðastundu þegar allt er svona á suðupunkti í rauninni í landinu vegna út af þessum djúpstæðaklofningi. Hvernig ætla ábyrgir fjölmiðlar að bregðast við því ef að hann lýsir allt í einu yfir stuðningi, yfir sigri eða gerir eitthvað sem er svona í rauninni ekki rétt og það er svo inngróið í bandaríska blaðamennskuhefð þetta objectivity principle eins og þeir kalla það, að þú segir bara frá hlutunum eins og þeir eru. Forsetinn segir þetta og þú segir þá væntanlega frá því, en síðan getur þú hugsanlega sagt frá einhverju öðru. En nú er þetta orðið svolítið breytt vegna þess að menn eru að reyna að byggja á staðrindabundin blaðamennska, fact-based journalism eins og þeir kalla þetta. Að þá eru menn sem voru að ræða það, hvernig ætlum að bregðast við vegna þess að þetta er mjög mikilvægt á kosningadaginn og kosninganótt að þetta fari ekki einhvern veginn úr böndunum. Og þá komast menn að því og svona hálfpartinn að grátandi að þeir þurfa að brjóta þessi prinsip sín sem þeir eru aldrei og skólaðir í að þurfa að grípa sjálfur inn í og þetta kom svo greinilega fram þegar að þetta gerist þarna á kosninganóttina að Trump kemur fram og talar svindl og hneyksli og gagnvart þjóðinni og þetta hann sé í raun búinn að sigra. Já. Og þá skera þessi network á frekar umræður og koma strax inn með og tilkynna. Þetta er ekki rétt Nei, og eitthvað annað slíkt sem hefði verið óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan. Já, fyrir Trump held ég að menn hefði aldrei gert þetta og reyndar hefði ekki vist að nokkur svona hefði komið upp þá En menn eru þá og þetta hefur miklu víðtækar afleiðingar í rauninni fyrir það hvernig fjölmiðlarnir, þessi hefðbundnu fjölmiðlar starfa og þeirra hlutverk, menn eru að sjá það með allt öðrum hætti heldur en var, að þeir eru ekki bara að endurspegla veruleikann eins og hann er, heldur eru þeir fara að færa sig svolítið meira yfir það að þurfa að segja að halda mönnum einhvern veginn á réttum kýli, hvernig er raunveruleikinn ekki það sem er sagt eða gert og það er svona liður í því að reyna að berjast gegn allir þessi svona falsfréttum og dellu sem að kemur upp í tengslum við netvæðinguna og stafrænu byltinguna alla sem að kemur þá í gegnum samfélagsmiðla og annað sem eru alveg gríðarlega mikilvægir í orðnir í samfélaginu og pólitíkinni. Og þannig að fjölmiðlarnir eru, og það birtist í þessu, fannst mér, í þessari baráttu, hvernig þeir eru að færa sig frá þessu
hlutlægnisprinsipi svolítið yfir í það að reyna að ítreka þetta hlutlægnisprinsipi má segja kannski. Já. Að það sé það sem að menn gera það með því sem áður þekktist ekki, að þeir eru sjálfur að segja þetta er svona, þetta er rangt hjá þessum og hinum en ekki að láta einhvern annan segja það sko. Og standa vörðum staðreyndir og sannleikan. Og gera það og gerðu það með mjög áberandi hættu og ég held að það hafi svona yfirleitt tekist þokkalega. Já. En þetta er hins vegar náttúrulega sko líka svona liður í því og svona spilar saman við það hvernig þessir hlutur eru orðnir í Ameríku sérstaklega og reyndar allan heim. Eða vestræna heim skulum við segja í mismiklum mæli samt sko. Að þessi klofningur sem að er í grunninn þetta tveggjaflokkakerfi sem þú ert með þarna í Bandaríkjunum sko, þá séu fleiri flokkar auðvitað og í öllum aðalatriðum, að þá ertu sem sé með kosningakerfi sem stuðlar að því, þetta einmenningskjördæmiskerfi og hérna sem að ýtir undir þetta tveggjaflokkakerfi sem hefur verið við lýði mjög lengi sko, eiginlega bara nánast frá upphafi. Þannig að það er svona grunnur fyrir sem sé þessa tvískiptingu. Einmitt. En síðan sko í lok síðustu aldar þegar að hérna þú færð sko brotnar upp mjög fjölmiðlaflóran og upplýsingaflóran í landinu sko með stafrænu byltingunu, þú færð fyrst sko er opnast fyrir allskis kanala í sjónvarpum og kaplasjónvarp og annað slíkt, síðan kemur netið og svo loks samfélagsmiðlarnir, að þá springur þetta upplýsingaumhverfi sem almenningur hefur, þetta pólitíska upplýsingaumhverfi upp sko. Já. Og hérna það verður mjög óvíst hvað er rétt og hvað er rangt og sem sé sannleikurinn fer svolítið á flot. Það stuðlar að þessari skautun sem að verður sko. Akkurat, það er nefnilega svolítið merkilegt í rauninni að þetta er fram að því kannski hefur við getað litið á það sem svo að við deilum sko einni heimsmynd og fjölmiðlar einhvern veginn svona hafa getað varpað einhverju svona skýrri sýn en svo allt í einu er þetta að fara að snúast bara sannleikurinn er bara það sem mér finnst hann vera og þetta verður eitthvað svo afstætt. Algjörlega og ég meina og það er náttúrulega þessi nýja svona fjölmiðla mynd sem að birtist að það er og sérstaklega náttúrulega á samfélagsmiðlunum sem eru orðnir svo hérna öflugir víðast og reynda líka allskins netmiðlar sko sem að hafa komið fram sko og lúta ekkert endilega ritstjórn sko sem sé þess svona hefðbundinni faglegri blaðamennsku ritstjórn það er engin svona slík fagprinsip sem gilda heldur þetta í rauninni bara svona ákveðin flokksmálgögn eða skoðana eða er ekki endilega flokkar sko heldur einhverjum skoðana hópar sem að íta undir og koma á framfæri einhverju. Já. Og það sem að er sko líka að þetta er allt saman einhvern veginn sko jafngilt sko og sér það að þú ert að skoða hérna Facebookið þitt eða eitthvað sko þá kemur allt með sama hætti og það er allt eins þú gerir það er mjög erfitt að sjá hvað er bull og hvað er ekki bull því að þetta lítur allt saman sko út með sama hættu og þér er ekkert hjálpað í að svona vinsa úr eða lítið hjálpað, það er náttúrulega krafa að það sé gert út með svona algjöra sko staðleysur í rauninni. En það þýðir líka að algoritmarnir þýða það eins og við þekkjum að þeir ýta að þér sko einhverju sem að það er líklegt að þú viljir sjá og menn lokast inn í þessum bergmálshellum og þetta er sem sé hefur leitt til þess, ekki bara samfélagsmiðlarnir og algoritmar heldur líka það að þú leitar í það sem þér finnst sko áhugavert, þú getur leitað þér frá skulum við segja, þetta er ekki svona eins og þegar að til dæmis ég var ungur að maður þurfti að hlusta bara á Rás 1 sko. Nei. Og það er sem sé var bara talið, hafði ákveðið menntagildi að við ættum að hlusta á sinfóníur, gjör svo vel og gjöra svo hlusta á sinfóníur. En þá kemst maður ekki hjá því að hlusta á allskins og heyra allskins sjónarmið þegar að þetta er svona. En síðan þegar þú ert farin að geta valið frá öllu og hlusta bara eða heyri bara það sem þið finnst skemmtilegt eða langar að heyra, að þá hverfur náttúrulega stór hluti hérna heimsins úr svona þínum sjóndeldarhring. Einmitt. Og það er náttúrulega það sem hættulegt. Og ef þú ert alltaf að tala við þá sem eru sammálaðir, svona like-minded people eins og við segjum á góðri íslensku, að þá verða smá saman hinir náttúrulega bölvaðir bjánar sko. Af því að það er allir sammála mér sko og svo framvegis. En þetta er eitt af því sem hefur gerst þarna og þegar þú ert með klofning eins og í Bandaríkjunum í tvær fylkingar að þá hefur þetta ýtt undir þessi þróun, þessi svona upplýsingaheimur þegar hann verður svona klofinn sko, að þá ýtir hann undir það að þessi skautun verður og við sjáum þá hvernig þetta verður og verður alltaf erfiðara og erfiðara að hérna
ná einhverjum málamilunum og einhverju samkomulagi Já, já. og í kerfi þar sem að byggir á sem sé því að eitt valds formið því telt gegn öðru sko, þingið á móti forsetanum og dómstólarnir að það eru sjálfstætt sko og þetta það sem við kalla checks and balances sem grundvallaratrið í amerískri stjórnsýslu sko. Akkúrat. Þá í staðinn fyrir að menn þá kom talið sér niður á niðurstu að þá er þetta farið að verða miklu stál í stál og þetta birtist til dæmis í samskiptum þingsins og forsetans og menn eru að tala um það að Trump hafi verið farin sko náttúrulega að stjórna að verulegu leyti bara með reglugerðum og annað slíkt sko og svo framvegis þannig að þetta svona kannski svona vandamál sem að birtist í þessu og kannski það sem til þegar maður horfir fram á við líklegt til þess að verða svona kannski viðfangsefni sem þarf einhvern veginn að leysa. Einmitt, það áhuga, við getum talað þetta í allan dag, tíminn hlaupinn frá okkur en það verður áhugavert að sjá hvernig þetta þróast í framtíðinni. Þakka þér fyrir að koma og spjalla við mig þetta, Birgir. Þakka þér sömuleiðis.